Hæ, ég heiti Viktoría, ég verkfræðingur og hef verið í svona umbótamálum í yfir 10 ár og ég ætla að fara aðeins yfir í dag hvað umbótatöflur Við höfum talað mælikvarðatöflur og talað það ef við náum ekki þeim árangri sem við viljum sjá, þá gerum við vandamálarannsókn. En stundum erum við á þeim stað sem við viljum vera, við erum á grænu en við viljum ná hærra. Og þá það ekki beint vandamál heldur, við viljum bara komast lengra. Og þar koma umbótatöflunar inn í. Það hægt að samþætta þessar töflur saman og það mjög algengt. Og en umbótataflan í rauninni þar sem starfsmenn geta komið með tillögur umbótum og í staðinn fyrir að þeir séu að spyrja deildarstjóra og segja hei, ég meina hugmynd og svo hafa þau bara nóg að gera og gleyma eða hvernig sem það að þá alltaf staður fyrir umbætunar. Og þessar umbætur eru litlar, við erum bara að tala við viljum gera þetta, við viljum gera hitt og svo bara búm á einlega þannig að þetta á að fara hratt í gegnum ferlið. Vanalega seti töfluna mína þannig upp að ég með tillögur hugmyndum og þá kemur fólk bara með það á post-its. Svo ég mögulega með kannski aðeins flóknari verkefni miða fyrir flóknari verkefni. Þannig að ef að verkefni samþykkt af hópnum á töflufundurum að þá skrifaður svona verkefnamiði. Síðan forgangsraðað, við erum kannski með fullt af verkefnum og það hefur ekkert klárast og þá þurfum að forgangsraða, ætlum við að taka eitthvað út eða ætlum við að leyfa þessu að vera verkefni inn í rauninni eða to do. Síðan það sem í vinslu og það á aðeins að vera í vinslu það sem í vinslu. Ef það á bið út af einhverju stóðdeild aftur að gera eitthvað eða þetta stopp út af IT eða guð veit hvað, að þá set ég sérstaklega reit fyrir neðan sem stopp eða á bið. Vegna þess að eins og alla töflunar þá viljum við geta séð strax við að vinna eða tapa. Og ef við sjáum bara allt í vinslu þá höldum við allt sé að ganga vel, en við viljum sjá ef það ekki. Síðan það lokið og þá eru þau verkefni sem hafa lokið og við eigum að toga okkur í gegnum töfluna. Þannig að leið og verkefni fer út og klárast þá megum við toga annað inn. Þannig að hópurinn þarf að setja sér leikreglur hversu margar hugmyndir hver starfsmann má hafa og athugið umbótataflan á ekki að vera þannig að stjórnandinn sé með allt á sér. Umbótataflan til þess að tryggja að allir sé að koma með hugmyndir og allir sé að vinna hugmyndirnar. Þetta mjög mikilvægt og gleymist mjög oft. Umbótatöflur eru oft kallar á ensku people link boards og þetta aðeins öðruvísi heldur en þessar mælikvarðatöflur, svo má segja. Það hægt að bæta við, ef þið eru ekki með mælikvarðatöflur, þið viljið ekki hafa mælikvarðatöflunar eða eitthvað slíkt, þá eru margir sem bæta við einni rönd fyrir ofan og hafa þar lykil mælikvarða fyrirtækisins eða stefnuna, vegna þess að það sem þú vilt sjá eftir því sem fleiri umbætur koma, þá viltu sjá mælikvarðarnir fara upp. Ef það gerist ekki, þá myndi ég skoða hvernig tillögur þið að gera.